Komið sæl, í dag hefur verið norðlæg átt nokkuð stíf vestanvert landið en mun hægari vindur annar staðar og mesti vindhraði núna miðjan daginn voru 22 metrar á sekúndu á Hraunsmúla á sunnanverðu Snæfellsnesi en síðan tók heldur að lægja frá því sem þarna var. En það var vægt frost víða á landinu síðastleina nótt en hitinn hefur komist í tæp 10 stig á Vatnskarðshólum í dag. Og veðrinu hjá okkur stýrir allmikil lægð sem á Norður Atlantshafi en það hæð bæði yfir Grænlandi og yfir Finnlandi þannig að lægðirnar þær eru hringsóla hjá okkur og þróunin á þessari lægð til morguns svo að hún mjakast hér heldur í norðurátt en það verður til dálítið lægðadrag við suðurströndina þannig að vindur verður breytilegur og fremur hægur mest allt land en strekkingsvindur þó á Vestfjörðum lengst af á morgun. Og svo erum við hér farin að sjá í lægð sem kemur upp að landinu á miðvikudag. Og á hitasviðinu ekki heldur mikla breytingar að sjá. Við verðum áfram í tiltölulega svölu lofti og hitinn að deginum verður svona frá 2 og upp í 10 stig en það má reikna með að það verði víða vægt frost í nótt og meira frost aðra nótt. En svo kemur heldur hlýra loft með næstu lægð. Og ef við skoðum hér hvernig vindur og úrkoma breytist núna í kvöld og til morguns, þá reiknað með að það verði áfram strekkingsvindur með úrkomu á Vestfjörðum og norðvesturhluta landsins. Annars staðar verður mun hægari vindur en úrkoma af og til, en á morgun svo gert ráð fyrir að verði úrkomu lítið á norður- og austurhluta landsins lengst af, en hér suðvestan og vestan til útlit fyrir að verði skýja með köflum, skúrir og jafnvel slydduél inn til fjalla. Og hitinn verður svona frá frostmarki inn til landsins upp í 7-8 stig. En svo seinnipartinn á morgun þá léttir heldur til norðanvert landið þannig að það útlit fyrir að þar verði talsvert frost aðra nótt en vindur snýst í suðaustlæga átt með úrkomu allt sunnanvert landið bæði aðfaranótt þriðjudags og á þriðjudaginn. Og miðjan dag og þriðjudag verður staðan þessu lík fyrir með bjart veður allt norðan og vestanvert landið en úrkoma með köflum bæði hér á suður- og austurhluta landsins og það verður tiltölulega milt hjá okkur. En svo aðfaranótt miðvikudags þá hvessir og verður úrkoma mest allt sunnan- og austanvert landið og við sjáum það hér þegar ég sýni hreyfimyndina að á þriðjudagskvöld og aðfaranótt miðvikudags þá koma skil yfir landið og á miðvikudagum hádegi verða þessi skil að fara vestur af landinu þannig að það verður komin suðaustlæg átt hjá okkur, strekkingsvindur norðvestan til og með suðvesturströndinni en annars hægari vindur og víða væta með köflum en ekki mikil að magni og hlýnar heldur í bili. Og svo á fimmtudag útlit fyrir suðaustlæga eða breytilega átt, þurrt að mestu leyti á öllu norðan- og austanverðu landinu en skýjað að mestu leyti hér sunnan og vestan til og dálítil væta með köflum. Og ef við skoðum önnur lönd í Evrópu þá getum við séð að það hæð yfir Finnlandi þannig að það útlit fyrir að það verði nokkuð stillt og fallegt veður víða á Norðurlöndunum á morgun þó reiknað með skúralofti við vesturströnd Noregs, eins skúraloft á Bretlandseyjum og við Ítalíu dálítil lægð og henni fylgir vindur og úrkoma og hefur verið varað við veðri þar á morgun. En á Íberíuskaga reiknað með að það verði úrkomu lítið að mestu leyti en þó gert ráð fyrir einhverjum skúraleiðingum við Portúgal. Og á Kanaríeyjum gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum og yfirleitt þurrt en þó gætu verið stöku skúrir norðan til en nokkuð bjart veður sunnan til. Og í Norður-Ameríku það lægð hér miðbik álfunnar norðan til en hæð skammt austur af álfunni, nokkuð þurrt og bjart hér í Suðurríkjunum en skúrir við vesturströndina. Og hjá okkur útlit fyrir að verði fremur róleg breytileg átt víðast hvar en strekkingsvindur norðvestan til fram eftir degi á morgun. Verið sæl.